I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing the song. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived on the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, tack Jesus. Tack Jesus. Góðan dag öll. Í náð Drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum. Þakka þér fyrir að velja þennan söngskildi með hafa hann á meðal okkar. Ég bara væri við án heilags anda. Þetta mesta tákn sögunar að Guð valdi það að heilagur andi skyldi búa í okkur. Jesús Kristur kom frá himnum og síðan fór hann til himins og áður þá sagði hann við lærisveina sína að hann kæmi til þeirra og meinti þá að hann væri sjálfur heilagur andi. Svo ef heilagur andi í þér, þá veistu að Jesús í þér. Þú og Jesús, þið eru þá eitt, þið eru í samfélagi hver við annan. Og það ekki ónýtt þegar við göngum götuna eða förum í vinnuna, alveg sama hvort hún skemmtileg eða leiðileg, þá erum við með góðan vinnufélaga hérna inni. Hann bæði vekur hjá okkur tilfinningar og eykur hjá okkur. Er nælan á okkar? Já, vantar nálina. Hún ekki? Nei, ég bara, þetta ekki ræði svona? Já, fyrir gefðu, ég bara áttaði mig ekki á að ég þarf að vera tæknivættur fyrir vélarnar og allt það. Ég held að heyrðist alveg nógu vel í mér. En það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að við skynjum og sjáum að heilagur andi okkur gefinn til þess að öðlast betri dýpt, meiri innsýn, að við sjáum hvað í gangi. Og mér langar til þess að nota þennan tíma í dag, 27. júní, þegar hann á afmæli, hann Jóel vinur okkar, hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag, hann á afmælan Jóel, hann á afmæli í dag. Svo skulum við syngja meira fyrir þig og eftir. Það ekkert víst að hann biðji ábót ef við látum við þeim ná það samt. En það sem ég vildi segja við ykkur, það einn spámaður Biblíunnar sem hefur vakið mér mikla ánægju og gleði. Hann heitir Jesaja. Og það svo merkilegt með bóki Jesaja spámanns, hún eins og hún passir inn í Nýja testamentið. Og það hafa margir sagt það að Jesaja fyrsti guðspjallamaðurinn. Hann fyrsti postulinn. Og það ekki vegna þess að hann var uppi á sama tíma og Jesús Kristur. Við erum að tala mann sem var uppi svona 600 árum fyrir Kristur. Og þá fær hann þessar sýnir. Og það svo athyglisvert, við höfum gaman að við lesum það þegar Jesaja var kallaður, að þá sagt frá því
að hann hafi séð dýrð Drottins. Þið sjáum þetta í 7. kapítula Jesaja spádómsbókar. Jesaja kallaður. En áður en hann kallaður, þá svolítið athyglisvert sem á sér stað. Það svo Guð opni augu hans fyrir samtímann. Og mér langar til þess að við notum þennan tíma okkar í dag til að bera saman samtíma Jesaja spámanns og samtíma þinn. Hvað var það sem að Jesaja sá, hinir ekki? Hvað það sem við sjáum en aðrir ekki? Hvernig stendur á því að Ísland svo komið að við erum búin að gleyma því að ávöxtunum skuli við þekkja það? Og nú ætlum ég að fá að setja þarna fyrstu glærurnar upp, kannski við sleppum sýningunni. En það svolítið athyglisvert með þessa glærur að Jesús notar þetta orð af ávöxtunum skuli þið þekkja það. Og nú ætlar hann Kalli að skjóta þessu hérna upp á skjáinn, bara svo þið sjáið hvað við erum að tala um. Ef að þetta var á dögum Jesú að ávöxtunum skuli þið þekkja þá, haldið þetta sé ekki gildi fullu gildi í dag. Hvaða áhrif haldið þið að samtíminn eða verk okkar og orð okkar hafi á okkur í dag? Og af ávöxtunum skuluð þið þekkja þá lýsandi dæmi sem að ég held að við þurfum aðeins að rifja upp fyrir okkur hvað í gangi. Hvernig talar orð Drottins til okkar í dag? Hvað heilagur andi að segja þér og mér? Áður en Jesaja var kallaður. Þá komum við í 5. kapítula, 3. og 5. kapítula Jesaja. Og mér langar til þess að við skoðum núna eina glæru sem á að fylgja hérna á eftir. Og þetta afar sorgleg staðreynd sem að heyrast hjá okkur Íslendingum, að það gjarnan svoleiðis að bændur eru farnir að kvarta yfir því að þeir haldi ekki lífi. Hafið tekið eftir því? Við vorum að heyra það áðan, ég og konan, þegar við vorum að keyra hingað, þá ég að hlusta á Sprengisand og það var viðtal við formann nautgriparæktinda á Íslandi og þá bara komin upp sú staða að nautabændur þeir segja við verðum ekki setja fleiri kálfa á því að við þurfum að borga með hverjum og einum. Þannig að nautgriparækt á Íslandi á undanhaldi. Betra fyrir okkur að flytja inn kjöt annar stað frá. Og sauðabændurnir, kindabændurnir okkar, rollubændurnir, þeir eru farnir að segja við ætlum ekki að halda fé á næsta ári. Sér þetta, Kalli? Og þá erum við bara komin að mjög merkilegri stöðu sem að ég held að við eigum að skoða svolítið og þá sjáum við þetta í Jesaja 3:1. Jesaja segir við okkur, sjá hinn alvaldi Drottinn allsherjar, sviptir Jerúsalem og Júda hverri stoð og styttu. Hafi þetta gerst á dögum Jesaja að ríkið, þjóðin, svipt hverri stoð og styttu og þetta að gerast hjá okkur í dag. Við heyrum að bændur kvarta og þeir eru að gefast upp. Hvaða áhrifa gætir hér hjá okkur? Erum við að sjá af ávöxtunum skuluð þið þekkja það? Erum við að sjá að það sömu vandræði að skapast hér á Íslandi og voru í Ísrael áður en dómur Guðs féll yfir landið? Þetta mjög áleitið fyrir mig. Og vitið, ég ekki sá eini sem að tala svona í dag. Ég veit gyðing sem heitir Jonathan Cahn. Hann talar svona til Bandaríkjamanna og hann segir alveg hiklaust vegna þess að þjóðin að fara afvega, þá eru stoðirnar að hrynja. Og má ég benda ykkur á bara fréttirnar sem hafa verið núna helgina. Hvað var að gerast hjá okkur helgina? Hvað var forseti Íslands að segja niðurstöðu Hæstaréttar Bandaríkjanna? Hann hafði miklar áhyggjur af því að konurnar væru að missa réttinn til þess að fá að eyða fóstrum. Og hvað Katrín forsætisráðherra að segja? Að hún vill hafa þann rétt kvenna að þær megi eyða fóstrum fram að fæðingu. Af hverju vill fólk eyða litlum börnum?
þetta eitthvað sem Guði líkar? Erum við að sjá samhengi milli orða forseta og forsætisráðherra og því sem Biblían talaði til Jesaja spámanns? Það eru að brotna stoðir þjóðveldisins eða lýðveldisins. Við erum að sjá að Ísland stendur frammi fyrir mjög svipuðum kringumstæðum og voru á dögum Jesaja spámanns. Sjá hinn alvaldi, drottinn allsherjar, sviptir Jerúsalem og Júda hverri stoð og styttu, allir stoð brauðs, allir stoð vatns, hetjum og hermönnum, dómendur og spámönnum, spásagnamönnum og öldungum, höfðusmönnum, virðingamönnum, ráðgjöfum, hugvitsmönnum og kunnáttumönnum. Þetta fer út allt samfélagi. Og takið eftir, þetta bankar líka upp á í kirkjunum. Við missum spámennina. Við missum predikarana. Þeir þora ekki að boða. Við heyrum ekki prestana sem að segja og bergi í borðu og segja hingað og ekki lengra þjóð, nú skulum við snúa við. Það allt að fara í ógöngur á Íslandi. Við sjáum þetta sem blasir við á spjöldum sögunar hjá Jesaja spámanni. Kíkjum á næstu glæru. Skoðum hvað þar að finna. Af hverju þetta? Á meðal fólksins skal maður að manni þrengja. Og við förum í 5. versi í 3. kapitula Jesaja spádómsbókar. Á meðal fólksins skal maður manni þrengja. Ungmennum hrókast upp í móti öldungum, skrílmennið upp í móti tignamanninum og svo framvegis. Hafró á móti sjómanninum. Af hverju hafró að þrengja að sjómönnunum? Af hverju eru þeir að nefna það að það þarf að skerða veiðiréttin á Íslandsmiðum? Og þeir segja, þeir sem að fara þarna út á fiskimiðin, smábátakallarnir, togarasjómennir, alveg sama á hvernig skipi þeir eru, það nógur fiskur allstaðar. Og Hafró segir það líka. Af hverju þarf að þrengja að okkur? Hvaða hugsun komin inn sem sér ekki blessun Guðs í hafinu og við mögum njóta hennar? Af hverju má ekki landsbyggðin, ef við tala Austfirðina, ef við tala litlu staðina fyrir norðan, ef við tala Vestfirðina, ef við tala sjávarþorpin bæði á Suðurnesjum og Snæfellsnesi, af hverju mega þau ekki njóta þess að fara út á sjó og veiða fisk? Hvað að? Af hverju þurfa menn að manni þrengja? Af hverju þurfa stofnanir að vinna gegn þjóðarhagsmunum? Ekki hagsmunir okkar allra að hafa okkar daglega brauð? Gef oss í dag vårt daglegt brauð, segir Jesús. Jesaja, hann sá þetta áður en hann var kallaður til að vera spámann. Ert þú í sömu sporum? Sérð þú að það verið að þrengja að Íslandi? Sérð þú að hættur blasa við? Ef þú sér það líka, þá Guð að vekja upp hjá þér fyrir heilagan anda að þú verður næsti kallari orðsins í okkar landi. Það vantar menn og konur sem þora að fara út og boða Guðs heilaga orð. Þegar Guð í gær og í dag hinn sami, við ekki sammála? Og hann sýnir okkur sömu staðreyndir og við eigum að hljóma nákvæmlega eins. Hver verður Jesaja næsta okkar tímabils? Hver verður Jesaja sem fer landið og bendir mönnum á? Hver verður Jesaja sem fer til forsætisráðherra og forseta og leiðréttir villuganginn hjá þeim og stillir þá af miðað við Guðs orð? Sjáu þið næstu glæru. Komum inn á það. Rændir fjármunir fátæklingana í húsum mínar. Jesaja 3:14. Hvað það? Eigið fé útgerðar aukast meira en 100 milljarða. Þetta gott. Megum við fá að njóta þetta? Þetta af okkar auðlindum, skiljið. Við eigum þessar auðlindir. Mega öryrkjarnir fá aðeins hlutdeild í þessu? Megum við fá að sjá fólkið okkar sem að getur ekki stundað venjulega vinnu? Megum við sjá að ríkissjóður grípur undir? Tryggingastofnun tilbúin? Megum við sjá að þeir fara út úr skorti og bara í svona sæmilega velferð? Ég ekki að biðja það að vera endilega ríki. En af hverju þarf okkur að skorta? Og þetta svo athyglisvert að þegar við lesum Jesaja, ég bara í einu kafla, 3. kaflanum sjáum við.
Og hann sér þetta í sínum tíma. 14. versi segir drottinn gengur fram til dóms í gegn öldungu lýðsins og höfðingjum hans. Það eru þér sem hafið etið upp í vingarðinn, rændir fjármunir fátæklingana eru í húsum yðar. Og sjáu næstu glæðu. Það finnst mér mjög athyglisvert. Hvernig fara rændir fjármunir úr húsum okkar? Við erum með dýrasta vöruverð í Evrópu. Þú ferð út í búð og þú þarft að borga miklu meira fyrir afurðirnar heldur en annars staðar í Evrópu. Af hverju það? Erum við í svona gríðarlega dýru þjóðfélagi? Þarf það að vera svona óskaplega dýrt? Hvernig stendur á því að það er alveg sama hvort við hægri stjórn eða vinstri stjórn, þeir ráða ekki við þessar kenndir að þurfa að kúa íbúana. Og þetta hvernig getið þið fengið að fótum tróða líð minn og merja sundur andlit þeirra, Jesaja 3:15. Ég ætla að fara þangað með ykkur. Hvernig getið þið fengið af yður að fótum tróða líð minn og merja sundur andlit hinna snauðu, segir hinn alvaldi drottinn. Og hvað segir þjóðin okkar? Henn er alveg sama. Nú er ekki lengur Kristi, nú er ekki lengur Guð til. Vitið þið, það er sagt að guðleysið á Íslandi, það sé komið yfir 52%. Hvorki verið minna. Og það er sagt líka að þeir gerðu könnun í Bandaríkjunum nýlega. Ég sá þetta blað birtast í Baptistakirkjunni sem við fórum til við Hrefnabrynja. Forstöðumaðurinn bað að heilsa ykkur. Ég á að flytja ykkur kveðju frá honum. Þetta er lítil kirkja, Baptistakirkja, en þeir eru að berjast fyrir því að orð Guðs fá að hljóma. Og við skulum biðja fyrir þeim það. Og ég segi þetta sama hjá okkur, við þurfum að vita að orð Guðs á að fá að hljóma. Er ég amen við því? Amen. Og það skiptir máli fyrir okkur að við sjáum og skynjum að það sem að drottin er að leggja til okkar er að augu okkar ljúkist upp fyrir andlegri stöðu þjóðarinnar. Það sem að við erum að sjá í fréttunum, það er vegna andlegrar stöðu Íslendinga. 37% forstöðumanna í Bandaríkjunum höfðu biblíulega sýn á málum. Þeir trúðu á sköpun. Þeir trúðu á Nóaflóð. Þeir trúðu á hjálpræðisverk Jesú Krists. Hvað voru hinn 70% eða 60%? Þeir trúðu ekki, þeir voru skiptu skoðun. Þeir voru komnir inn í það sem við köllum veraldlega heimsýn. Eru við eitthvað að nálgast þetta? Ég held það sé skynjum. Ég held að við skynjum ekki alveg hvað er í gangi í kringum okkur því að við erum svo þægileg, við viljum bara hafa þetta svona enginn sé að styggja að öðru eða styggja hvern annan og enginn sé að þrengja að hvorum öðrum. En horfum aðeins á, fylgjum þess eftir, matvaran á Íslandi og dýr. Það má alveg lækka verð, það má alveg lækka álögu. Sjáu þið næstu glæðu. Góðum með hana. Reynið að lifa af 16.000 krónum á mánuði. Viltu prófa þetta? Ef að bjóða ráðherrum svona kjör. Hvað haldið að bæjarstjórarnir gera sem eru ný ráðnir núna? Og nú eru það að æja og óa yfir því að jafnvel sveitafélögin, þau hafi ekki efni á að ráða sveitastjóra eða bæjarstjóra því að tekjurnar eru rýrar fyrir þessi miklu útgjöld. Bara einn maður, hann kostar 2 milljónir hjá þeim, en þessari konu 16.000 kall á mánuði. Af hverju er þetta svona? Af hverju er verið að þrengja af okkur? Er þetta dæmi rænda fjármuni þjóðarinnar? Er þetta dæmi það þegar 100 milljarðar sitja eftir í íslenskum sjávarútvegi en þeir mega ekki koma okkur að gagni og þó var þetta tekið úr okkar eigin auðlind. Sjáu þið til. Kíkjum á næstu glæðu. Ég er ekki farin út úr Jesaja 3. Við erum ennþá með þann stað. Eru þér sem hafið etið upp vingarðinn, Jesaja 3:14. Þá segir þetta við okkur, ég ætla aðeins að bara fara með okkur inn í það vers. Þetta er stórmerkilegt. Drottinn gengur fram til dóms í gegn öldungum, lýðsins og höfðingjum hans. Það eru þér sem hafið etið upp vingarðinn. Rændir fjármuni fátæklingana eru í húsum yðar. Þetta segir Jesaja. 600 árum fyrir Krists burð. Þá erum við að tala 2600 árum fyrir okkar daga. Þá hefur mannlífið verið alveg með samskonar græðgi og við erum að upplifa sem íslenskt samfélag. Má það breytast? Má það ekki fara að leggja við hlustir hvað er Guð að segja?
Megum við ekki horfa á hvernig Guð hefur lagt fyrir okkur að lifa lífinu. Grunnurinn okkar á að vera byggður á Guðs orði. Það ekki Guðs orð sýnt og sannað. Hvað oss leyft eða bannað, það skal þitt leiða ljós. Megum við ekki heyra það á meðal okkar. Ég segi bara, lifi orð Drottins og þeir þjóna Drottins sem þora að predika orð sannleikans og leyfa þjóðinni að heyra, þeir eru bjargvættir samtímans. Gáðu það því. Því að við erum með sáttargjörð Drottins í þessum orðum okkar. Við erum að vara við og segja leið, snúiði við frá ykkar vondu vegum. Það þarf enginn að eiga svo mikla peninga að hann deyi frá milljörðum. Þeir mega alveg vera í notkun meðal þjóðarinnar. Við eigum lífeyrissjóð upp á 7.000 milljarða. Þeir eru notaðir, en þeir eru líka skertir fyrir þá sem að eiga þá. Þú og ég sem búin að borga, vinna alveg frá því 1970 eða 60 eitthvað. Og við eigum að fá að njóta arðsins. Nei, það er alls það til skerðingar. Við erum svo hættuleg, ef við fáum ómikla peninga, þá eykst verðbólgan. Svo erum við ekkert að fá neina peninga, en verðbólgan eykst engu að síður. Hver stjórnar þessu? Það er verið að þrengja að okkur sjáinni. Næsta glæra, komið þangað, það er nýtt vers í gangi. Þjóð mín leiðtoga þínir leiða þig afleiðis og villa fyrir þér. Getur það verið? Greini segir með, fylgir þessu. Þið sjá, þetta er 12. versið, Jesaja 3:12. Þetta er alveg, harðstjóri þjóða minnar er drengur og kona drottnar yfir henni. Þjóð mín, leiðtoga þínir leiða þig afleiðis og villa fyrir þér. Það voru 2 læknar sem skrifuðu grein. Það var heil opna í Morgunblaðinu 2019. Þá sögðu þeir, þetta var yfirskriftin. Það er heilaþvottur í gangi. Og þá sögðu þeir læknar, það var stefna stjórnvalda þá að eyðileggja heilbrigðiskerfið frjálsa. Þegar menn gátu verið með sína stofur og þeir gátu fengið sjúklinga í stofurna sínar og gert aðgerðir það sem að þeir voru í eigin vettvangi og í friði. Nei, þeir vildu bara fara með þetta inn á spítalana. Og þeir benda á þessi læknar að heilbrigðiskerfið, það varð fyrir þessari árás. Og það var verið heilaþvottur í stjórnmálunum til þess að eyðileggja það kerfi sem að fara að virka ljómandi vel. Má ekki laga kerfið okkar? Heyrum við ekki allstaðar út allt land? Sjúkrahúsið í Keflavík farið. Það er bara eins og heilbrigðisstofnun. Það er sama með Vestmannaeyjar. Það er erfitt á Egilsstöðum og Austfjörðum. Það er aðeins 2 sjúkrahús sem virka á landinu, getum við sagt. Það er á Akureyri og í Reykjavík. Er þetta nóg? Og svo sjáum við fólkið flutt inn á spítalana og það taka við gangar. Þeir þurfa að vera á göngunum. Þrátt fyrir heilmikið í gangi. Þrátt fyrir alla þessa fjármuni. Af hverju er þetta orð í samræmi við það sem gerist hjá okkur í dag? Næsta atriði. Það finnst mér mjög athyglisvert. Mannekla veldur stjórnendum áhyggjum. Já, getur það verið? Sá sem að þetta segir, hann er framkvæmdastjóri atvinnu eða vinnumála sambandsins, SA, og það er svo mikið það sem hann er að segja að það skortir vinnuafl á Íslandi. Undanfarin ár, þá höfum við mist 1000 manns í fóstureyðingar á ári. Og við erum að tala árin frá 1976. Teldu bara árin, margfaldað með 1000, og við erum að tala að það vanti á Íslandi það upp í 40.000 manns sem hafa lent í fóstureyðingum. Höfum við efni á því. Og svo kemur árið 2022 að þá er formaður sambands atvinnulífsins, þeir eru einmitt, eða samtök atvinnulífsins, hann er einmitt að segja það vantar, það veldur stjórnendum áhyggjum, það vantar vinnuafl á Íslandi. Við þurfum að flytja það inn. Og svo þegar við heyrum dóm Hæstaréttar í Bandaríkjunum að það er ekki samkvæmt stjórnarskránni að eyða fóstrum.
Þetta engin stjórnarskrárbundi réttur. Þá rísa yfirmenn þjóðarinnar eins og forseti Íslands og Katrín. Þau segja að þetta sorgleg niðurstaða. Nei, mér finnst þetta bara gleðileg niðurstaða. Ég vil endilega börnin fá að lifa. Ég vil endilega við fáum að sjá miklu fleiri börn á samkomum. Mér þykir mjög vænt það að sjá börnin ykkar koma hérna upp á pall og finna sér heima á meðal okkar og vita að hér geta að sungið með okkur. Þó að sé líka háaði í þeim. En vitið þið að munni barna og brjóstmylkinga hefur hann búið sér lof. Af hverju erum við að eyða og er svona mikill skortur á Íslandi? Er það virkilega þannig að það er samhengi milli þess að við eyðum fóstrum og við missum af lífsgæðum? Við missum af blessum Guðs. Við njótum ekki fiskimiðana. Við njótum ekki landbúnaðarins. Getur það verið samhengi í því? Drottinn talar einmitt þetta. Skoðið næsta atriði. Kalli bendir ykkur á. Getur þetta verið að þetta sé hluti af andlitinu sem við erum að sýna drottn okkar og frelsana? Er það eitthvað? Skiptir það einhverju máli? Ég segja 3:9. Þá segir þetta við okkur alveg stórmerkilegt atriði. Og ég held að þetta er meira en erindi til okkar. Ég segja 3:9, þá talar hann til Ísraelsmanna og segir andlitssvipur þeirra vitnar í gegn þeim. Af hverju erum við að sýna Guði þetta andlit? Stendur kirkjan bara fyrir það að þú megi gera allt, alveg sama hvað það heitir? Og þeir gjöra syndi sínar heyrin kunnar eins og Sódóma leynir þeim ekki. Getur það verið að við stöndum bara frammi fyrir nákvæmlega samskonar vandamálum og Sódóm og Gómora var á sínu tíma? Það var allt leyft. Það hlustaði enginn á hvað Guð sagði. Það vissi enginn að karlmaður var skapað fyrir konuna og konan er sköpuð fyrir karlmannin. Þannig eru málin. Og hafið ekki vitað það sem að Jesús Kristur sagði við gyðingana þegar hann sagði: hafið þér ekki lesið að frá upphafi þá gjörði skaparinn þau karl og konu til þess að þau tvö yrðu eitt hold eða eitt maður. Og hvar erum við stödd í dag? Nei, nú máttu bara ráða hvaða kyni þú ert. Þú máttu ráða hverju þú giftist. Þú máttu ráða með hverju þú býrð. Við erum bara að hafa frjálsar ástir og svo á þetta að fara út allt, og þó að sé apabóla í gangi sem að fylgir þessu lifnaði, þá segir: heyrðu, nei, við þurfum nú að bara bólusetja allt lífið, því þetta er að verða faraldur á meðal okkar. Nei, ekki aldeilis. Guð veit hvernig hann á að fara að. Og hver er svo lausnin? Við getum bent á það sem er að brotna. Við getum talað það sem er erfitt fyrir okkur. En elsku bestu vinir, sjáu lausnina sem kemur fram í þessu. Næsta glæra segir okkur: svo fasta sem vel líkar. Hér er Guð að tala til sinna þjóna. Hér er hann að tala til þín og mín. Hér er Jesaja að leggja fram fyrir okkur enn eitt ráðið. Og hvernig eigum við að hafa okkar trúarlíf? Skiptir það engu máli hvernig við trúum og hvað við gerum og hvað við segjum? Getur það virkilega verið að það sé búið að taka þetta í burtu frá þjóðinni að við vitum ekki hvernig við eigum að þjóna Guði drottni allsherjar? Jesaja var með þetta alveg á hreinu. Hann fékk orð frá Guði. Þarna var hann orðinn spámaður. Ég tek þetta úr 58. kapitúla og vers 6-7. Og þá segir Jesaja þetta: nei, sú fasta eða trúariðkun sem mér líka er að leysa fjötra rangsleitninnar. Þar komum við að okkur sjálfum. Við sjálf leysum fjötra rangsleitninnar. Ef við hafa annað, láta rakna bönd óksins. Þau eru að koma, þau eru meira og minna yfir okkur. Gefa frjálsa hina hrjáðu, sundur brjóta sérhvert ok. Og það er alveg sama hvort að okið er í nafni lífeyrissjóðanna eða sparnaðar eða heilbrigðisþjónustu. Við brjótum okið. Við þurfum að hafa meira frelsi til þess að við fáum að jafna okkur, líða vel og lækningar komið þar inn. Sundur brjóta sérhvert ok, það er að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu. Það þarf líka að vera.
Ísland sem getur brauðfætt alla. Það þarf ekki að standa frammi fyrir því að við erum að missa sauðfjárbændur úr landinu eða við erum að missa kúabændurna frá okkur. Við getum alveg séð það að við getum bæði notið þeirra afurða og þeir geta fengið blessun frá okkur. Síðast, hýsir bágstadda, hælislausa menn. Við heyrum mjög oft það. Það eru vandræðir með hælisleitendur á Íslandi. Það við tekið eftir því. Það rísa alltaf upp ákveðnar bylgjur þegar hælisleitendur eru sendir úr landi. Stundum engin þörf á því. En ég held að Íslands stjórnvöld reyni að koma þannig að málum að þeir fara úr landi sem hafa ekkert hér að gera og geta verið annar staðar. Þeir sem geta hvergi verið annar staðar, þeir eru örugglega velkomnir í okkar land. En það er eitt komið inn yfir okkar land sem er bara mjög slæmt. Það er ekki langt síðan að það kom bréf frá Þorsteini Sæmundssyni, fyrir stjörnufræðingi, til Eyglóar Harðardóttur, sem var þá ráðherra innanríkis eða ráðherra þessara málaflokks. Og Þorsteinn Sæmundsson benti henni á að það er fullt af Sýrlendingum í miklu vandræðum og í flóttamannabúðum í Líbanon og annars staðar. Og hann ráðlaði henni, getum við ekki boðið þeim Sýrlendingum sem eru kristinna trúar og kristnu bergi brotnir hingað til lands. Þá var bara stefna stjórnvalda að bjóða múslimum hingað inn. Eru kristnir ekki líka í sams konar vandræðum sem eru þarna? Eygló Harðardóttir vildi ekki ansa þessu erindi og flutti bara inn múslima. Og vitið, þetta hefur líka sitt að segja hér. Þið heyrðu fréttina frá Noregi í gær. Má tengja þetta við múslima. Þið heyrðu líka fréttina frá 17. júní. Þegar ráðist var á einn af okkar trúbræður og hann bar inn jafnvel hér uppi til óbóta. Og allt í nafni Allah. Skiptir þetta máli? Hvað við erum að gera? Okkur er upp á lagt að hýsa bágstadda, hælislausa menn. Það er ekkert allir hælisleitendur bágstaddir. Við getum alveg skoða málin og elsku systkini, við megum skoða málin. Nú ég alveg verið að koma inn að endinu. Og ég segi, klæðir hinn klæðalausa. Við leyfum þeim að njóta þess að vera meðal okkar og fyrnust eigi þann sem er hold þitt og blóð. Það er ekki bara útlendingurinn sem við eigum að taka tillit til. Heldur bróðir okkar og systir sem skortir og er í ykkur þörf. Að þá eigum við að hafa þetta kærleik samfélag innan safnaðarins að við bæði hýsum þau og við klæðum og við leyfum okkur sjálfum að vera framlengda hönd drottins í okkar samfélagi. Ég ætla að flytja ykkur þetta orð, kæru vinir, og ég ætla að taka þetta orð þannig að Jesaja spámaður sem að flutti þetta og sá þetta 600 árum fyrir Krists. Þetta orð passar við okkar samtíma í dag. Af hverju er það? Höfum við ekkert lært? Er kristnin á undanhaldi? Vilja menn virkilega að við höldum áfram að ganga þessa braut sem hrynur að lokum og verður til þess að við eyðileggjum bæði samfélag og þjóðfélag. Og vitið þið, okkar þjóðfélag er ekki nema rétt 350-60.000 manns. Það er ekki mikið. Þetta er eins og ein borg í Bandaríkjunum. Það er engin vandi að tvístra einni borg. Og það er engin vandi að koma málum okkar þannig að við tvístrumst úr landinu. Vitið hvað margir Íslendingar sem eru hægt að búa á Spáni af því þeir hafa ekki efni á að búa á Íslandi? Af hverju þarf fólk að flýja land? Er blessun yfir okkur? Meðan því náð. Lætur vort láð, lífi og byrðum halda. Hallgrímur Pétursson bað svona og bendir á þetta og ég segi við ykkur, kæru vinir, þegar við erum að horfa á andstöðuna við sameiningu, andstöðuna við réttlæti, andstöðuna við lífið, andstöðuna við orð Guðs, þá erum við að kalla yfir okkur bölvun drottins og megi Guð forða okkur frá henni. Elsku vinir, það er komið tími til að biðja fyrir land okkar og þjóð.
Og mér langar til að ég endi þessa ræðu mín á þennan málflutning með bæn til drottins fyrir þjóðinni. Heyri amen. Við skulum standa upp, gjöru svo vel. Jesús minn, þú þekkir kringum stöður okkar og þú sérð hvað í gangi. Og þakkaðu drottinn að við munum benda á það sem augljóst í okkar samtíma. Við sjáum þetta birtast í blöðum, við heyrum þetta í útvarpi, en hjálpaðu stjórnmálamönnunum okkar, hjálpaðu þeim sem að hafa eitthvað málin að segja, til þess að spyrja þig gömlu göturnar og hamingju leiðina, svo við getum farið hana. Drottinn, gefðu andlega vakningu yfir okkar land, svo réttlæti þitt það fá að ná til sjávarútvegs, inn í peningamálin, inn til bændana, drottinn minn, hvað sem við erum í okkar samfélagi og þjóðfélagi, þar sem að skólarnir að kenna börnunum okkar rétt og rangt. Hjálpaðu okkur til þess að rödd þín megi berast að eyrum allra Íslendinga, og ef útlendingarnir koma til okkar, að rödd þín megi hljóma þar, svo réttlæti þitt megi hefja upp lífin, en við vitum að syndin þjóðanna skömm. Hjálpa okkur til drottinn að við snúum frá syndinni, frá ranglætinu, frá guðleysinu og inn til þín, elskaði Herra. Leyfðu ljósi þínu skína yfir okkar land og leyfðu Jesaja njóta áheyrnar þinnar í okkar landi, svo við megum sjá og vita að blessun þín, hún auðgar, og blessun þín mun gefa landi okkar líf og nætti í Jesú nafni. Amen. Amen. Náð og friður drottins veri með ykkur og komi yfir ykkur, og samfélag heilags anda sé með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, kæru vinir. Amen. Við skulum syngja eitt söng áður en við förum áður og klárum samkomuna.
sannarlega stiga fram í komandi viku og vera hersveitir Guðs. Takk fyrir samveruna í dag, kæru systkini, og megi Drottinn blessa